Góða kvöldið, góðu gestir, áhorfendur og velkomin á leik Vestra og Fjölnis, fyrstu deildinni. Ég ætla að kynna liðin. Byrjum á liði gestana. Já, það er best að geta það því Baldur heiti ég og mun fylgja ykkur hérna í kvöld í gegnum þennan einstaka góða leik af því við vonum. Lið Fjölnis, Rafn Kristján Kristjánsson, nr. 7, nr. 8, Davíð Guðmundsson, nr. 10, Markís Oliver, nr. 11, Róbert Sigurðsson, nr. 13, Hreiðar Bjarki Vilhjálmsson, nr. 14, Egill Arnar Októsson, nr. 16, Vilhjálmur Theodór Jónsson, nr. 23, Andrés Kristleifsson, nr. 24, Serjan Stojanović, nr. 91, Hlynur Logi Ingólfsson. Og þjálfari Fjölnis er Falur Harðarsson, gamla kempan. Og lið Vestra, nr. 2, Ingimar Aron Baldursson, nr. 4, Hilmir Hallgrímsson, nr. 6, Gunnlaugur Gunnlaugsson, nr. 7, Júri Gunjina, nr. 8, Helgi Snær Bergsteinsson, nr. 9, Nebojša Knežević, nr. 10, Egill Fjölnisson, 11, Rúnar Ingi Guðmundsson, nr. 12, Hugi Hallgrímsson, nr. 13, Guðmundur Auðun Gunnarsson, 14, Adam Smári Ólafsson og 15, Nemanja Knežević. Og þjálfari er Yngvi Páll Gunnlaugsson. Dómarar í kvöld eru þeir Davíð Kristján Hreiðarsson og Sigurbaldur Frímannsson. Og leikurinn er byrjaður. Já, Vestri stelur boltanum hérna. Nemanja kemur upp, fer sterkur upp að brota á honum. Það var 2 víti. Vel sótt þarna hjá honum. Og hann setur fyrsta vítið. Byrjunarliðin hjá Vestra, það er Adam Smári, Nebojša, Hugi, Júri og Nemanja. Hjá Fjölni er það Róbert, Markís Oliver, nr. 24, Serjan Stojanović, Andrés Kristleifsson og nr. 16, Vilhjálmur Theodór Jónsson. Já, það má alveg búast við að þetta verði nokkuð spennandi leikur. Þeir 2 leiki sem þessi lið hafa spilað nú þegar hafa verið mjög jafnir og spennandi. En Fjölnir hefur unnið á báða. Þannig að nú ætla Vestramenn örugglega að breyta því og ná sér hérna í 2 stig. Mikilvægt stig í baráttunum, já, annað og 3. sætið kannski. Og það er dómarinn stöðvar leikinn, væntanlega eitthvað með skoðklukkuna að gera. Við sjáum til. Já, skoðklukkan var sett niður í 10 og leikklukkan niður 4 sekúndur. Jæja, Nebojša með boltan. Þeir koma niður á Nemanja auðvitað. Markís reynir að stoppa hann. Já, þetta er vel gert. Já, sterkur hérna, sterkt frákast hjá Markís. Hann keyrir hérna að körfunni. Já, Vilhjálmur missir boltan. Frekar klaufalegt. Og Júri kemur upp með boltan. Hugi, bakskrín. Hugi, já, reynir að ná sér í stöðu nálægt körfunni. Flott sending yfir Nemanja. Og Nemanja fer, já, feikar hann Markís upp og leggur hann honni
Létt og laggott. Vel gert, vel afgreitt. Og Vestri í 2-3 svæðisvörn sem hefur virkað bara ljómandi vel fyrir þá í vetur. Og það er þriggasta skot hjá Serjan Stojanovic. Það má ekki skilja hann eftir opinn. Já, flott sending á Adam en hann klikkar þarna á sniðskoti. Já, Andrés gefur góðan bolta út aftur á Serjan sem setur annan þrist. Það var vel gert hjá Andrési. Drive og dish. Já, Adam, Hugi og Nemanja. Já, það þarf að passa hendurnar. Já. Hérna. Þarna fór hann nú nokkuð verulega í hendurnar á honum en þetta dæmir uppkast. Dæmi uppkast og þetta já, fín sendingin á nei, þetta var airball hjá Júri. Serjan kemur hérna inn á Markís sem að fer sterkur upp en Adam brýtur á honum. Og það var 2 skot. Markís, Oliver. Það klikkar á fyrra skotinu. Það er nú ágætis vítaskipta, 70% nýtingu en já. Það er brotið á honum, þetta er alveg hárréttur dómur. Nebojsa fór full hratt þarna út í Serjan, sýndist mér. Já, fín vörn hann það á Huga. Já, skutla sér á þetta, já. Fín barátta. Þeir missa boltan, Vilhjálm kemur hann upp á Adam. Já, Adam er fín á vörnum og blokk. Gott blokk. En, já, Andrés skynsamur, stillir upp. Vilhjálmur og Markís í þriggja skot. Klikkar, Júrin á frákastinu. Nebojsa kemur hann upp á boltan út á Huga. Hugi keyrir á köruna, hætti við. Já, þetta var já, Nemanja nær boltanum fyrir rest. Klikkar hérna. Það var ekki eins auðvelt, þetta var ekki auðvelt skot. Óheppinn að setja það samt ekki. Já, það er ennþá það eru komin 1-3 reitsvæði núna. Já. Mér sýnist Vestur eru komin 1-3 reitsvæði svo. Robert út á Markís. Serjan hann duglegur að keyra á köruna, fer upp í stökkskot, klikkar og Hugi Júri kíkir. Já, það er góð barátta hann undir körunni. Þeir eru mjög duglegir að takast á hann undir. Þeir eru ansi öflugir, takast vel á hann undir. Markís og Nemanja. Júri fær boltan hérna út á Hilmir sem er komin inn á og þetta er dólulega hindrun á Adam. Önnur villan Adam. Já, Hilmir mætir honum. Róberti bara strax. Það setja smá press á boltan og fara svo í svæðisvölduna. Þetta er Róbert, fín sendingin á Vilhjálm. Já, þetta er fín vörn þarna. Þetta er bara málið, standa með hendur upp
vera grimmir. Þvingamenn í lélegar sendingar. Það flott. Út á kemur Vilhjálmur. Inn á kemur leikmaður númer 4. Hann nei, númer hvað hann? Já, Júri upp í þriggjastaðskot, klikkar. Það var leikmaður númer 7, Rapp, sem var að koma inn á. Staðinn fyrir Vilhjálm. Já, flott. Það munaði litlu þarna maður. Betur fyrir náðan ekki að klára þetta. Þó það hefði nú verið fallegt fyrir augað. Nei, þetta var nú sérkennileg sending. Serjan upp í þriggjastaðskot, klikkar. Þetta var svona heat check, hann búinn að setja 2 þrista í leiknum. Og Adam upp í þrist. Klikkar. Serjan keyrir á hann, já. Nei. Ég er nú, bara mjög fannst þetta nú bara að vera fínasta vörn hjá honum Adam, en Davíð var ekki á sama máli. Það er leiklega. Vestri tekur leiklega. Það er aðeins að tempra menn niður. En það er alveg ljóst að menn eru alveg tilbúinir í einu leik. Kraftur í mönnum. Enda full nauðsyn á því. Þetta það má alveg segja að þetta sé nokkuð mikilvægur leikur. Vestri svona berjast við það að reyna að komast upp fyrir Fjölni og Hött. Og Fjölnir auðvitað að reyna að komast upp fyrir Hött. Ég held að sé nokkuð ljóst að Þórsararnir muni fara beint upp. En þá snýst þetta að ná öðru sætinu, vera alltaf með heimavallarréttinn í úrslitakeppninni. En eins og ég sagði áðan þá sigraði Fjölnir búinn að sigra báða leikina þegar að spila hingað til. Fyrir leikurinn fór fram hérna heima og endaði með 101-92 sigri Fjölnis. Seinni leikurinn var talsvert meira spennandi sem fór fram á heimavelli Fjölnis. Það var alveg leikur fram á síðustu sekundu og svo hann hafi raunar enda 98-93. Það var mjög spennandi og skemmtilegu leikur á að horfa. Fjölnismenn vilja þetta ná hagstæðum úrslitum hérna. Eðli málsins samkvæmt. Serjan setur fyrir að víti sitt, Oni. Og setna, hann er eini maðurinn sem komur á blað hjá Fjölni. 8 stig. Já, Hilmir. Það er brjálæðislega átök þarna undir körfunni sem það er alltaf gaman að fylgjast með því. Þetta er nú skrítið sko líka. Já, ég ætla hann að segja hvort það myndi nú hvort það fengi leyfi til þess að krjúpa ofan á bakinu á honum. Nema hann, já. Það hefði verið full gróft. Hann er komið 2 villur sem eru góða fréttum fyrir vestra. Það er að gera dæla boltanum niður á Neymanni áfram. Nei, þetta var bara ljómandi vel útfært en óheppinn að klára þetta ekki. Já, frábær vörn þarna hjá Neymanni. Óheppinn. Óheppinn að klára þetta ekki. Yngvi eitthvað frekar ósáttur með þetta. Róbert og Andrés. Róbert fer hann upp í flóter og setur það. Þetta var bara vel gert hjá honum. Þetta eru með erfiðari skotum í leiknum, þessi flóterar. Ekki á hvers manns færi. Hýi, Júri, Nebosja. Keirir, já. Fín vörn hann hjá Andrési. Já,
auðvitað. Halda áfram, koma boltanum á lóðpóstinn. Það að gera. Þetta, já. Nei, hornið. Róbert fyrir. Sverdi hann. Já, Róbert upp í þrist. Og setur það. Það var fín hreyfing á boltanum hjá Fjölni. Þeir eru að finna opna mennina. Góð boltarhreyfing. Það er mjög oft sem að góð boltarhreyfing skilar góðum árangri. Já, þetta var villan að menna að misti boltan þarna aðeins frá sér. Það er skipting á vestra. Út af fer Hilmir, inn að kemur Ingimar. Þeir þurfa aðeins að hissa sig upp í vörninni. Vestramenn og sömu leiðis í sókninni. Staðan 6-13 fyrir Fjölni. Og það er Rapp sem fyrir á vítalínuna. Og klikkar á fyrra vítinu. Nú er bara að stíga út. Já, klikkar líka setna. Fínt skrín, já, Júri Drævar, já, þetta er hárrétt. Það er svo mikil handavinna þarna hjá Rafni. Þannig búið að sjá inn á Nemanni að sjálfsögðu. Já, frábærlega gert. Já, stígur út af. Skemmtilega gert, feikaði Markís hann upp í loftið. Náði bara því miður ekki að klára þetta. Já, aftur villa á, já, hvernig er það núna? Það er á hann Davíð. Og það er góðum bónus. Nebúsi að fá 2 skot. Hann klikkar á báðum. Þetta er nú mjög óheppilegt. Það er mjög mikilvægt að nýta vítin. Sérstaklega í svona leik. Það er 2-3 svæði. Þeir hreyfa boltan og fara upp í þrist, klikkar, vestrina frákastinu, Júri langar að keyra aðeins á Róbert en hættir við og fer á, já, þetta er vel gert, þetta er óheppni en skilur við að klára þetta hérna, já, klárar aðeins seinna skiptið og bara ná sér eitt auka sóknarfrákast. Já, þetta er nú bara fín sending hjá Róberti en samanskapið skelfileg vörn. Bara maður hérna galopinn undir körfunni. Kann ekki góður lög að stýra. Já, Júri upp í þrist. Klikkar en, já, Nemanni að tekur þetta. Rífur þetta frákast maður. Rífur þetta frákast nú. Það er bara áfergja í þessu frákasti.
ætlaði sko ekki að láta nokkurn einasta mann taka þetta af sér. Og þetta var þriðja villan á Marquis sem eru náttúrulega góða fréttir fyrir Vestra. 3 villar eftir fyrsta leikluta, þannig að hann svona takmarka spilatíma hans að einhverju leyti. Þar með er ekki margir sem ráða við Nemanja hann undir. Það er kannski Vilhjálmur sem á einhvern fræðilega möguleika. Það er skipting og Nemanja fyrir út af. Já, það er 1 mínúta eftir það er 40 sekundur af fyrsta leikluta. Gefa hann smá aukakvild. Og Róbert kemur upp boltann. Já, Vilhjálmur fer upp í stutt uppbrot og setur það. Þetta má ekki vera svona auðvelt. Allt og auðvelt. Já, Nemanja upp. Vel gert! Vel gert! Vel klárað. Svona er Bósja. Og þeir allir sér að taka síðasta skotið. Nú er skynsamlegt að vera ekkert að brjóta. 1 sekúnda munur á skot og leikluku. Já. 5 sekúndur eftir Nebósja. Hann tekur þetta og klárar þetta. Setur þetta. Nei. Góð tilraun. Náði ekki að klára það. Þetta er alltaf leikur. Staðan er 12-17 fyrir Fjölni. Nebósja er komið 4 stig og Nemanja 8 hjá Vestra. Og hjá Fjölni er Rapp komið 2 stig, Róbert 5 stig, Vilhjálmur 2 stig og Srdjan 8 stig. Og svona helstu fréttirnar eru þær að Marquis Oliver er komið með 3 villur í fyrsta leikluta. En það er Nemanja að gera hún svolítið lífi leitt hann undir körfunni. Og ég ger alveg ráð fyrir því að það muni halda áfram. Núna í öðrum leikluta að boltanum verið komið svolítið undir körfuna. Það hefur svona verið styrkleiki í Vestra í vetur. Já. Þá byrjar annar leikluti. Allir klárir. Já. Þetta er komið inn í fín boltarhreyfing og Róbert upp í þrist. Klikkar og Vestrinn af frákastinu. Meira. Fínt og boltar að koma inn í það. Flott þetta! Þetta var virkilega bara vel útvar sóknarna. Góð tímasetning á öllum. Boltinn settur þetta inn undir körfuna. Adam köttar á hárréttum tíma. Fjölnir hérna með Vilhjálmur með skot sem að geigaði. Og Ingimar upp í þristinn. Og klikkar. En Nemanja með frákastinu. Já, brot á honum. Rapp fær hérna villu. Önnur villan á Rapp.
Já, að sjálfsögðu. Þetta hann á bara ekki breyk hann myndi körfunni, sko. Já, þetta er hárrétt. Hárréttur dómur. Já, nú er bara að gera það skynsamur. Já, Adam Nebojsa kom honum auðvitað niður að sjálfsögðu. Bara kom ykkur í burtu frá honum. Já. Þetta var aðeins svo miklir taktar í þessu. Það þarf ekkert að gera þetta flókið. Þeir eru náttúrulega bara að koma boltanum niður á Nemanja og hunskast í burtu. Bara opna sig. Það sé að ráðlegast það í stöðunni. Láta á brjóta á honum. Nú er Falur með hárblásara meðferðina á bekkinn, á leikmenn sína. Lætur á heyra. Ég held að hann sé að kenna þeim eitthvað nýtt. Eða kannski eitthvað, kannski hugsanlega bara ítrekka eitthvað sem hann er löngu búinn að kenna þeim. Það er ekki ólíklegt. Ja. Þetta nú þurfa menn að vera vakandi, sko. Og upp í þröst. Og það setur það. Það var ekki lengi verið að... Þetta var skrítið. Menn skulle ekki vera vakandi þegar við komum inn á völlin. Já. Já. Júri sterkurinn. Þetta er allt of þröngt eitthvað. Sertjan. Róbert. Þeir eru að hreyfa boltan vel, láta vörnina vinna. Og koma boltanum út í hornið og aftur í þrist. Davíð með þrist áðan. Fekk hann annan galopinn en klikkaði. Ingimar, Júri. Nebojsa. Fer upp í þristinn og setur það í andliti á Rafni. Og Róbert keyrir upp. Já, fín sending. Vilhjálmur fer hérna sterkur upp en klikkar. Vesturinn af frákastinu. Koma hérna Ingimar upp í þristinn. Það klikkar en Nemanja nær frákastinu. Heyrðu! Okkur er farin... Ég skil nú ekki alveg okkur hann fekk ekki villur á þetta, en ja. Nemanja óöppinn. Og Ingimar núna setur hann það. Nei. Klikkar. Þetta hefur nú verið hægt að dæma rauningu á þetta, en ekki dæmt. Júri og Nemanja. Já. Þarna erum við að tala. Staffar þessu. Kemur Vesturlega yfir fyrsta skipti í leiknum. Nei, þetta er nú sennilega ekki fyrsta skipti. Ja, brotið á Vilhjálmi, dræfar hérna baseline. Bara huggulega gert hjá honum. Ja, Vesturlega komin einu stíð yfir, 21-20. Nemanja fór sín á aðra villu. Það er ekki gott. Já, Vilhjálmur klikkar hérna. Fyrir á vítinu. Og setur
setur seinna vitið. Þannig að það allt jafnt. Ingimar út af og Guðmundur kemur inn á. Já, í boltaræðing. Og já, broti á Nemanja. Það var svona skemmtileg sending þarna hjá Nebojsa. Það heldur örugglega allir að hann væri að fara að skjóta nema Nemanja, hann þekkir hann vel. Þetta var fyrsta villan á Vilhjálm. Og þá fer Rafn út af og Hlynur kemur inn á hans stað. Já, Júri upp í þrist og setur það. Jöp. Og það bara vaknaði vörnina hérna. Ekkert hangs. Já, Vilhjálmur hérna. Já, fín vörn. Upp á Júri. Já, hann klárar þetta með leipi. Glæsilegt. Vel gert. Vel gert. Og hérna hann Hreiðar kominn inn á. Og Vilhjálmur þriggja skot, hann klikkar. Auðun, Guðmundur Auðun, fer upp í þristur og setur hann, já. Og það líklega, já. Flottur kafli hjá Vestra. Það er 8-0 run hérna. Mjög stuttum kafla. Virkilega vel gert. Og Falur ekki lengi að taka leikli. Var alveg nóg boðið. Kæmir ekkert óvart að hann setti Markís inn á og tæki sénsinn núna. Annarkot núna mjög fljótlega. Þetta er það sem að gerist gjarnan þegar stórumæðurinn er svona öflugur að þá opnast svolítið fyrir utan. Sem er náttúrulega draumur allra skotmanna. Það er draumur allra skotmanna að vera með sterkan stóramann. Já. Og nú þurfa Vestramenn að vera vakandi. Svo yfirleitt eftir svona leikli þá har verið pínulítið sofandi fyrstu sekúndurnar. Þannig að það er bara mál að vera tilbúin núna. Já, fín boltahreyfing, Róbert driblar hérna út allt. Og Serjan með fína sending út í horn. Flott skot hérna hjá honum Davíð en óöfn að setja þetta ekki. Já. Það er hérna boltahreyfing. Nú er málið að koma boltanum undir. Nei, þetta var þeir eru farin að fronta Nemanja sem er bara mjög góð hugmynd, myndi ég halda. Prófa það. Og Hreiðar, erfitt skot. Já, flott sending hérna og Adam klárar þetta sómasamlega. Já. Þetta hann keyrir á körfuna, já, broti á honum. Já, Guðmundur Auðun viðurkennir það bara samstundis. Alltaf tiltölulega augljós villa. Fyrsta villan á Guðmund. Róbert keyrir á körfuna. Já, hann er blokkaður í, eins og við segja, blokkaður í drast eiginlega. Sjóhætt að segja það. Og hann var nú reyndar ekki mjög hátt uppi sko, en
hann átti ekki break þarna. Yngvi að reyna að koma að skilaboðum til sinna manna. Hreiðar aftur út á Róbert. Þetta fín boltahreyfing. Hreiðar upp í þrist en klikkar. Já. Bara að gera að vera skynsamur og sýnist hérna Fjölnir vera að koma inn í svæði og Guðmundur upp í þrist, klikkar en Adam er frákvæmt og heyrðu! Það er engin villa, já, ok, og Júri fer sterkur upp, já, það er brot á honum. Ég hef vel sýnst nú að vera brot á honum Adam hann. Hann er ekkert að kippa sér upp fyrir það. Þannig að kannski var þetta engin villa. Og Júri klikkar á fyrra vítinu. Opinn hann. Rúmlega ágætis vítaskipta, hann er 88% nýtingu cirka bát. Þannig að það er eiginlega öruggt að hann hittir úr seinna vítinu. Já. Það er skipting. Davíð fór út af og inn á kom Serjan. Já, fín boltahreyfing. Þarna skot hjá Serjan upp í þrist og setur það. Það má ekki skilja hann eftir augljóslega. Fín skytta. Og Júri upp í stuttan jumper setur það. Já, fín barátta þarna. Markís Oliver upp í skrítin þrist. Já, frábær sending þarna. Frábær sending og gott kött. Alveg ljómandi fallið. Þetta er svo mikið augnakonfekt. Já, hann má alls ekki skilja þennan eftir hluta. Hann er 50% þryggjastæðaskipta, hann Serjan. Þannig að það... Já. Fínasta vörn. Já, heyrðu, þetta er nú... Jæja. Markís keyrir hérna upp. Nei. Jesus. Vel gert hjá honum. Vel gert hjá Oliver. Coast to coast. Layup og villa. Villa karfa góð. Adam með 4. villuna sína. Og hann er nú með skipt út af Hugi kemur inn á staðið fram. Markís klikkar á vítaskotinu. Og þetta er nú bara stórfurðulegt að hann skuli ekki... Já, nákvæmlega. 4. villan á Markís. Einstaklega gáfulegt. 4. villan hjá honum. Þetta var ekki alveg nógu skynsamlegt hjá honum. Fá tæknivilluna þarna. Hún er bóðsið að tekur vítið og setur það. Já, þeir verða að spila svæði á mótum. Hugi, Guðmundur, Júri, Drævar sterkur, vel gert og beint á Huga sem fer í þryggjastæðaskot, hann klikkar hann. Hvenær frákastinn? Auðvitað nema hann, já.
og setur leiðuppið. Já, nú er að snúa að vera tilbúnir. Þeir sækja hratt. Fjölnismenn bara eftir jafnvel þó að skora á þá. Sem er bara mjög skynsamlegt, hendur uppi á. Já, vel gert hjá Hlyn. Skorason hefur Nemanja. Það er ekki allir sem gera það svo auðveldlega. Já. Frábært drive hérna hjá. Það verður að segjast að hann fer ansi sterkt. Sérstaklega á vinstri hendina. Það verður nú að segjast. Já, hann er fín barátta. Nemanja í frákastinu. Og Nebojša. Já. Það er bara alley-oop hérna. Frábær sending frá Nebojša á Huga. Hann klárar þetta dæmi. Ekki, passa sig að selja sig ekki. Hérna er, já, fín vörn hérna. Menn eru vel hreyfanlegir núna. Nú er Hreiðar galopinn, hann klikkar. Ekki nógu gott skot. Það er Hreiðari. Og Guðmundur fyrir upp í þristinn. Og klikkar en Huginn er frákastinu, já. Allt í lagi. Huginn kíkir niður, já. Já. Út á Guðmund, Nebojša. Þeir upp í skotið, já. Nemanja er frákastinu, já. Fínt, stillir þetta. Já, vera skynsamir. Já, inn á Nemanja. Þetta er... Nei, ekki skilja hennan eftir. Já. Þetta var óheppilegt, en svo sem allt í lagi. Nebojša vissi ekki að hann ætti, það var svona lítið eftir á skotklukkunni hérna. Náði samt skotinu og Nemanja barðist í frákastið, mist hann. Og þeir Fjölnismenn fá síðasta skotið. Nema að sé eitthvað eftir á skotklukkunni, nei á leiktímanum. Getur verið að vanti 1,5 sekúndu á klukkuna. Það er ekki ólíklegt. Staðan er 43-28 fyrir Vestra. Þetta er búið að rannsaka svona hraður og skemmtilegur leikur. Gaman að þessu. Nú, það er eitthvað... Það er verið að stilla tíma á klukkuna. Jú, það er 1 sekúnd eftir á leiknum. Þannig að það er nokkuð öruggt að hann setji bæði þessi skotóni, 80% vítaskipta. Já. Og það er hálfleikur, staðan 43-30 fyrir Vestra. Adam er svo eini sem er í villuvandræðum hjá Vestra með 4 villur. Hins vegar er Rapp komið með 3 hjá Fjölni og Markís Oliver komið með 4 sem er náttúrulega ekki góð tíðindi.
Jæja, þá byrjum við seinni hálfleikinn í þessum skemmtilega leik. Búinn að vera bara nokkuð skemmtilegur hingað til. Svo sveiflu fram og tilbaka en Vestri hefur náð svona pínlítið yfirhöndinni svona síðari hluta annars leikluta. Náð að komast í hérna fína forystu 43-30. Og Falur hvílir Marquis ennþá. En það er kannski ekki ástæðulausum með 4 villur. Og Vestri heldur sig við 2-3 svæðisvöllina sem er nú bara ágætt. Og Hlynur tekur hérna galopið skot en klikkar. Já, boltarinn komið undir á Nemanja. Já. Hlynur brýtur á honum. Fær 2 skot. Það er, eins og ég hef kannski verið að tyggja svolítið mikið, þá það er pínulítið erfitt að eiga við hann þarna undir körfunni. Það er Nemanja. Hann er duglegur að búa sér til pláss. Og leið hann er búinn að fá boltan hann þetta nálægt körfunni þá er þetta annarkvort vill að karfa. Það er svona fúnkeraði það svolítið vel hjá honum Marquis að ýta honum út úr teiknum. Mjög fysikal við hann, láta hann hafa fyrir öllu. Það hefur náttúrulega riðlað svolítið leiknum hjá Fjölni. Hann geti ekki spilað jafn mikið og þeir vildu. Já. Það er Andrés að dræfa og gefur hann á Róbert sem fer upp í þristinn og bara setur hann þrist bara mjög í frekar litlu jafnvægi. Það er virkilega vel gert. Já, það manna út á Júri sem fer upp í þristinn og svarar í sömu mynt. Já. Vel gert. Já, og Sörjan upp í þristinn. Já, hann setur það bara. Það má ekki skilja hann mann eftir. Það er alveg ljóst. Já, þetta var ekkert að skilja hann eftir. Hann bara fór mjög sterkt hann upp. Já, það er 2 Vestramenn að berjast frákastið. Já. Nú er 8 sekúndur eftir. Hann verður að fara á körfuna 4 sekúndur eftir. Fín vörn hann hjá Hlyn. Lítið eftir. Hann verður að skjóta, drengur. Skjóttu. Ingimann með 3 skot en mjög erfiðri stöðu. Varð að skjóta. Já, býtur við. Þarna er dæmd villa, sennilega á Júri. Já, fyrsta villan hans. Það er innkast. Helinu. Já, Róbert í þrist, klikkar, Ingimann með frákastið. Já, koma hérna hratt upp með boltan. Ég búið að sjá. Nemanja, já, að keyra fín vörn þarna hjá Fjölni. Já, fín, þetta hlýtur að vera villa. Af hverju er þetta ekki villa? Jæja, áfram. Já, gott í huga að mæta honum hann sterkt
Þetta er erfitt skot. Það ná frákastinu. Fjölnir. Andrés, Róbert, keyrir inn miðuna. Þetta er vel gert hjá hann. Vel gert. Nú er það aðeins að finna taktinn. Fjölnir. Já, hann er villa. Skemmtilegt svona hesitation move hérna hjá honum. Nebojša. Og nú skipta bræðirnir. Hugi fer út af og Hilmir kemur inn á. Nebojša á vítaleiðinni. Og setur fyrir að víti sitt. Og klikkar á seinna en já, frábær barátta hann nema hann, já. Fer beint í frákastið. Fær villu. Það er engast. Þetta var þriðja villan á Hlyn. Hlyn rá bara greinilega að fara inn og berja hann aðeins skiljanlega. Já. Villa á Serjan. Fyrsta villan hans. Held ég, já. Fyrsta villan hans. Já, mönnum eru heitt í hamsi þarna. Það er bara gaman að því. Þannig að taka aðeins á því. Það er svona sá þetta að vera. Það á ekki að vera eitthvað walk in the park, sko. Já, Nebojša upp í erfitt skot á Nemanja með frákastið. Aftur fyrir baksending. Fín barátta. Það var allt eitthvað svo þröngt. Nemanja sá taldi að eina leiðin var að senda aftur fyrir sig. Það getur verið svolítið snúið. Andrés, Róbert missir boltann. Klaufalega, hann var búinn að grípa hann áður en hann greip hann virtist vera. Hélt sig vera að koma með hann alveg pottitt. Það hefði ekki átt að gefa hann þarna. Hann hefði átt að bara skjóta. Það er komið bónus. Þetta var fjórða villan af Hlyn. Hann er komin í mikil vandræði. Nebojša klikkar á fyrra vítinu. Og setur seinna vítið. Ljómandi vel gert. Róbert kemur boltann. Andrés. Hlynur sendir út á Serjan. Þetta er nú skref. Já, först og góð sending hann. Þetta er vel gert. Hlynur upp í layup en klikkar. Hvernig frákastinu? Jú, það skildi þó ekki vera Nemanja. Það fær 2 skot. Það eru konið í bónus þegar það eru 6 mínútur eftir af þriðja leikluta. Það var 5. villan á Hlyn. Hann er búinn að vera ansi öflugur í villunum. Og innan kemur Vilhjálmur í hans stað. Já. Setur fyrra vitið. Og það síðara. Já. Þetta er bara ljómandi vel gert. Það kemur Vilhjálmur fyrir aftan vörnina. Þetta fín taktík á móti svæðinu. Koma
fara fyrir aftan, læðast fyrir aftan, þar sem enginn sér þig og fá svona lítið og nett stutt stökkskot. Nú eru þeir farnir að fronta Nemanja sem mjög eðlilegt. Já, flott sending hann til körfuna, beint á Hilmir sem setur layupið. Fín sending. Já, Vilhjálmur þryggjastar skot, klikkar úr horninu. Já, Ingimar kíkir niður á, já, fín sending. Já. Nebojsa klikkar hann á sendinguna, Serjan fer upp í layup. Auðvelt layup. Það var pínu klöðaskapur. Þess að við konum með... Já, nú er sendingum að taka hann á. Og Ingimar upp í þristinn. Klikkar, óöppinn hann. Já, Serjan, hann setur hann á Vilhjálm aftur, hann er á sama stað áðan. Nú er það bara airball. Það er ýmist í ökla eyra. Og Ingimar Júre út í hornið á Hilmir og hann setur þristinn. Nei, óöppinn. Róbert keyrir hérna upp. Út á Serjan, keyrir á körfuna. Já, hann blokkar hann þarna. Þetta er skref, já. Hoppar upp með boltan, sleppir honum ekki og lendir með boltan, þá er það skref. Jafnvel þó einhver slegið boltan hjá honum. Og innan, það skipti ekki á vestra, innan kemur Hugi, út af fyrir Júre. Tökur smá pásu. Og Hilmir tekur boltan upp. Kíkja hérna, já. Þetta er mjög... Já, nú er lítið eftir, 8 sekúndur. Nefn hann missi boltan, Róbert keyrir á körfuna. Já, vel gert hjá honum, vel klárað. Og Yngvi sér ástæði til að taka leikli, enda Fjölnir er búinn að skera niður forystuna þarna. Komin er í 8 stig úr 13 stigum, þannig að þeir eru búin að skera niður um 5 stig á stundum tíma. Og nú fá Vestramenn hárblásara meðferðina frá Yngva. Mjög ósáttur. Þeir eru enda Fjölnismenn búin að fá nokkur svona frekar tiltölulega auðveld stig undanfarnar sóknir. Já, Hugi kemur upp boltan. Hilmir, Hugi, Nebojsa. Nemanja setur skrín fyrir Nebojsa sem fer upp í layup en á Nemanja á frákastinu. Og Ingimar upp í þrist. Setur það! Þarna var það. Pikka upp, nú þarf að menna að pikka upp. Ekki gleyma sér. Já, þetta var vill á Ingimar. Það er innkast. Já, menn verða að halda áfram.
vera vakandi vörninni. Þetta rosa hreyfing hjá honum Vilhjálmi þarna. Óheppinn að setja þetta ekki. Og Nebojsa, já. Þetta var nú ekki mikið held ég. Skil pínulítið þarna. Ergelsið hjá Fjölnismönnum. Hjá honum Rafni þarna. Það er Egill sem að fær villuna. Nebojsa setur fyrir vítið. Og seinna. Þetta, já. Þetta er fín boltadreifing. Hann hætti við að skjóta hann Egill. Róbert keyrir inn. Já. Og ætlaði að setja hérna. Já, Ingimar setur leiðuppið. Fyrir menn að passa sig. Já, hendur uppi. Róbert boltan hérna, Ingimar til varnar. Keyrir á körfuna. Já, Egill út á Vilhjálm. Keyrir í miðuna. Ég átta mig ekki alveg á þessari villu en Sigurbaldur hefur séð eitthvað sem að við sáum ekki. Þetta jafnar sig allt. Jafnar sjálfsagt allt út. Hann klikkar á fyrra vitinu á Vilhjálmur. Og setur seinna vitið. Og Hilmir, Nemanja, Bósja. Já, fín boltarhreyfing. Þetta er æðisleg boltarhreyfing. Það er svo gaman að fylgjast með þessu. Já, Markís Oliver kominn inn á. Það kom hann strax undir og hann, já. Og Róbert keyrir á körfuna. Þetta er erfitt skot, flókið skot, en hann á frákastinu. Já, Inga. Já, þetta var alveg augljóst. Vilhjálm er full svona fjölþreifinn hérna. Fær aðra villun á sig. 2 skot bónus. 1:25 eftir af þriðja leikluta. Staðan 59-45 fyrir Vestra. 60-45. Nú ætlar hann að skipta Yngvi. Bæði skotin á henni, tekur Nemanja og Nebojsa út af. Adam og Jurek kom inn á. Egill. Yfir á Róbert. Á Markís. Já, Adam fær 5. villuna. Það var ekki lengi gert. Það var ansi stutt hjá honum. Já, hann ætlar sér á körfuna hann, klikkar, já, og Nemanja rífur þetta frákast niður.
Hei, býttu nú við. Hvað? Akkur það? Já, flott. Nei. Það er bara tæknivíti og út um allt. Ég held að það hafi verið dæmt 3 tæknivíti þarna bara á nákvæmlega 10 sekúndum. Andrés frá tæknivíti. Júre frá tæknivíti. Og svo held ég að Yngvi hafi fengið tæknivíti. Já, Fjölnir fær 1 skot. Og Róbert tekur það. Egil. Já, Andrés, Róbert, langaði að fara í þristinn, hætti við, Drævar, keyrir hann, já, fín vörn, úr því sem komið var. Það spurði ekki eitthvað með skotklukuna held ég. Nei, þetta er bara rétt. Fín hreyfing hérna. Og Róbert í þrist. Fín vörn hann hjá Huga. Breytti skotinu hjá Róberti. Hækkaði bogan. Hann var ekki alveg reiðbúinn í það. Júri. Já, sterkt. Já. Andrés fær þarna 3. villu sína. Ég er nú ekki svo viss þetta, verð ég að viðurkenna. Já, setjum fyrir að viti. Og setna. Og nú taka Fjölnismenn síðasta skotið. Þannig að láta boltan aðeins rúlla. Fínt hérna. Hvað er Gulli að gera? Nú er hann að gefa þeim 2 víti. Menn þurfa að, vera skynsamir í þessu. Það er óþarfi að gefa mönnum 2 víti. Svolítið flottur skotstíll hjá honum, Markís. Það virkar. Já, 7 sekúndur eftir. Það er nógu tími. Já. Vestri aðeins að ná undirtökunum aftur. Staðan er 63-47 fyrir Vestra. Og það eru hérna
Svona helstu villuvandræði hjá Fjölni eru Rafn með 3, Markís með 4, Andrés með 3 og Hlynur komin út af með 5 villur og Vestra Adam komin út af með 5 villur og Nemanja með 3 villur. Stigaskorunin hjá Vestra Júre kom með 17, Nebósia með 12 og Nemanja 18, aðrir með minna. Og hjá Fjölni Róbert með 13, Serjan með 18 og aðrir með minna. Vilhjálmur kemur næstu með 6 stig. Og Markís Oliver sem hefur verið með 35 stiga meðaltali í leik, hann ekki með nema 3 stig. Það var náttúrulega rekja til þess að hann ekki búinn að spila stærsta hluta af leiknum vegna sem komst snemma í villuvandræði. Það munar minna, heldur betur. Þetta búið að vera svolítið sveiflukent svona. Fjölnir alltaf að svona banki það að ná einhverju rönni. Vestri nær svona alla jafna að stoppa það jafn harðan en það getur alltaf brugðið til beggja vona. Nú snýst þetta að klára þetta bara. Já, Ingimar upp í þrist, klikkar. Já. Þannig að ekki Vilhjálmur boltan undir körun. Já, frábær sending hérna hjá honum Nebósia og Júri tekur hérna létt leið og klárar þetta bara. Virkilega vel gert. Já, Egill þarna út í horn. Langaði að taka þetta hætti við en Æjæjæj! Úff! Þetta fer ekki vel með sjálfstrausti hjá þeim sem verður fyrir svona. En menn eru fljótari að jafna sig væntanlega. Egill hérna á Serjan, hann verður að dræfa, hann verður að taka erfitt skot. Það var heppinn þarna, já. Ég held reyndar að þetta hafi verið. Já, nákvæmlega. Þetta var ekki karfa. Aðeins og seitt. Óheppinn. Nebósia fær skrín hérna frá hann keyrir á körfuna. Finnur Júri upp í þristinn. Óheppinn. Já, frábært frákast. Æjæjæjæjæj. Hann hefði átt að klára þetta. Júri. Það var rosalegt frákast á Nemanja. Já, vel klárað hjá Vilhjálmi. Það var nálægt að fá villuna þarna hann, Markís, Oliver. Það var skemmtilega hérna, flétta hjá honum Hilmi. Huga segir. Senda hann ekki samt. Og Róbert upp í þristinn. Já, þetta var vel gert hjá honum. Það með ekki vera værukærir, það má ekki gleyma sér. Alls ekki gleyma sér. Já, þannig er Nebósia upp í erfitt skot. Já. Markís þarna, já. Vel gert hjá honum. Laka boltanum hann honni. Þeir eru aðeins að koma tilbaka núna.
ná að stoppa hérna þá ger ég ráð fyrir að Yngvi taki leikli. Þetta er svolítið skrítið að hann skuli með að halla sér svona, já, ég ætlaði að segja það. Ég finnst þetta verður komin einhver ný regla hérna í gang. Bara að styðja sig við hann bara eins og. Já. Já, Nebojsa upp í stuttan tjöfnir og setur það, vel gert. Það er svo smúð hjá honum. Það er svo smúð. Róbert. Já. Það er ljóst að Oliver ætlar að reyna að lyfta upp stigaskorunni hjá sér á eins skömmum tíma hann getur. Hann fer bara á körfunni hvert einasta skipti sem var boltan núna. Og það virkaði í þetta skiptið. Virkaði vel. Þetta er náttúrulega fáránlegt að menn skuli ná frákastan eftir eigin skot. Það er eiginlega bara stórkostlegt. Já, 20 sekúndur, skóðklukkunni. Já. Nú þarf hann að fara að gera eitthvað. Já, setur þetta. Já. Vel gert. Og Róbert kemur hérna, fer upp í þristinn. Nei, hætti við Svertan. Hann má ekki skilja þennan eftir. Og segja það margótt. Klikkar hérna. Úff. Já. Nebojsa. Og aftur upp í stuttan djempur og setur það! Já, þetta hoppaði með honum. Þeir keyra strax upp. Skynsamlega gert. Hann er svakalega voru heppnir þarna. Já, fín barátta. Nei. Já, það var meira hægt að kafa svona. Vissi enginn hvað boltinn var. Endaði svo höndunum á vestra. Þetta er nú bara vitleysa hérna. Hann er á fjórðu villuna og þeir þora ekki að dæma villuna, finndu villuna á hann. Hvað bölva vitleysa er þetta eiginlega? Þetta er mjög sérkennilegt, en já. Ok, þetta er bara gaman að þessu. Smá svona æsingur. Gefur þessi gildi, sko. En hann fær örugglega ekki annan séns, held ég. Ég gruna það. Já, vel gert hjá Róberti að samanskapi léleg vörn. Menn ekki geta að dræfa bara svona 1, 2 og 3 inn í teginn. Já, vel gert. Virkilega vel gert. Ríkalega sterkur þarna til vinstri. Hann tekur það, nei. Þetta fyrir upp í, nei, hætti við. Vilhjálmur. Langaði að taka Róbert, já. Eftir hann hættir við, fer hann upp í frekar, já, stuttan jumper sem hann setur. Það var vel afgreitt. Já, og Neboj upp í þriggja skot, klikkar og Vilhjálmur nær frákastinu. Já, fín vörn þarna hjá Nebojsa. Stökkva bara upp með hendurna beint upp.
sem er mjög skynsamlegt. Mjög skynsamlegt. Já, það er bara þetta hann. Það setur hann bara hann að 2-3 metra fyrir þetta. Ég held að þetta hafi verið eitthvað svona smá trash talk hann í gangi. Þeir voru eitthvað raula í hverjum öðrum og Júri vildi láta hann svona vita hver ætti þetta hús hérna. Þetta kom á góðum tíma. Slökkti svona aðeins neistan í Fjölnismönnum en núna koma þeir örugglega jafnvel ennþá grimmari tilbaka. Já, það geta að vera vanti stig á töfluna. Já, það komum þau. Já, Róbert. Og Sretan missir boltan. Já, Markís missir boltan líka. Já. Þetta er allt bara, sem ég veit ekki hvað, 5. villan á Markís. Þarna. Þá var hann farin út af. Og þetta var önnur liðsvillan. Já, Nemanja, Nebo. Feikar hana. Já, Ríi fyrir upp í þrist. Og setur hann! Setur hann! Þetta hlýtur að svíða svolítið. Og þetta er vel gert. Það munaði litlu þarna hjá honum. Róberti. Flóter. Já. Jöfn! Nei, afsakið orðbræði. Það munaði litlu þarna. Hann næði að stöffa þessu. En það brotið á honum. 4. villan á Rafn. Og nú er skipting. Sýst Hreiðar vera að koma inn á og Davíð og Róbert og Serjan fara út af. Sýnist hann vera bara kasta inn handklæðinu, hann Falur. Nemanja setur fyrra vítið, komið 20 stiga munur, 82-62. Og setur vítið. Nokkuð örugt. Heiðar, Davíð, Andrés, Heiðar, Vilhjálmur og Andrés. Ekki þrist, klikkar inn á frákastinu en klikka. Reyndu þarna svolítið flókið skot. Já, Júri inn á Nemanja sem að fer beint upp og já, brotið á honum. Rafn sýndist mér verið að fá svona 5. villu þarna. Eða hver?
Nei, þetta var Davíð sem fékk vituna hér. Ég held að Davíð hefði ætlað að sýna Nemanja hvar hann keypti ölið. Það fór sem fór. Hreiðar kemur upp í boltan. Andrés. Hreiðar keyrir sterkt á körfuna hérna og klárar þetta bara ljómandi vel. Þetta er ekki eins auðvelt og lítur út að vera. Móti svona stórum mönnum. Og þetta er Guðmundur kominn inn á. Nemanja langar að taka þristinn og fer bara í þristinn og klikkar. Gulli kominn inn á líka. Og hérna er að fer upp í þristinn. Já, setur það. Já, menn með ekki vera værukærir sko. Það kann ekkert góður lukk að stýra. Það verður að klára leikinn. Mjög mikilvægt. Og Nebo upp í þrist. Klikkar. Það koma hérna rætt upp. Þetta verður svona... Já. Þetta verður svona síðustu mínútuna, þessi síðustu 2 mínútur. Fjölnismenn keyra upp og taka fyrsta mögulega skot. Það er mjög líklegt. Og meðan að Vestri ætti í rauninni að vera skynsamur og stilla upp. Ég hef grun að þetta þróist út í það að vera svona hlaup fram og tilbaka. Síðustu mínútunar. Gulli. Þetta er tvígrip á hann. Tvígrip á Gulla. Og Vilhjálmur. Og Egill Vilhjálmur. Út á hann Davíð. Hreiðar keyrir upp. Og Rapp missir boltan út af. Missir jafnvægið. Það er leikhlé. Falur ákveður að taka leikhlé. Eitthvað sem hann vill svona innstilla í leikmenn. Æfi eitthvað. Hvað segast það? Gerir ráð fyrir. Staðan 85-67 fyrir Vestra. Þeir svona náðu undirtökunum undir lok annars leikluta og héldu því svona að mestu út leikinn. Fjölnir svona hjó í forustuna og náði henni niður í 8 stig annars leginn, annars hefur þetta verið svona 10-12 stig og upp í 20 stiga munur. Það sem munar kannski mestu er að stigaðasti leikmaður þeirra, Markís Oliver, hefur ekki náð að skila sama stigaframlagi og mínútu fjölda hann hefur verið að gera. Raun og veru lenti fljótlega í vittu vandræðum á móti Nemanja undir körfunni. Þannig að það er eitthvað sem að Fjölnismenn munu örugglega læra af. Guðmundur. Já, það er bara skynsemin á þetta. Boltahreyfing. Láta boltan vinna. Gulli. Helgi. Gulli.
Fer upp í skotið, lítið eftir að skotklukkunni. Já, Helgi nær frákastinu. Skynsamur. Og já, vel gert hjá Guðmundi. Nær frákastinu, stel boltanum segi ég. Og bara nokkuð skynsamur. Já, setur hann spjaldið á hann. Þetta var alveg, ég held mér að hafa kallað það sko. Það er samt ekki alveg viss. Já, Egill þarna í smá vandræðum út á Hreiðar sem tekur airball en Helgi missir hann út af. 20 sekúndur eftir, 9 á skotklukkunni. Og Vilhjálmur, Hreiðar keyrir og körfunar sterkur út á Vilhjálm í þriggjastaðarskot og klikkar. Og Gulli nær frákastinu, sterkur. Og við láta tíman bara renna út. Mjög sterkur sigur hjá Vestra, mjög þetta kemur þeim einstaklega vel. Gerir þetta bara ennþá skemmtilegra þessa baráttu annað, sérstaklega annað og þriðja sætið. Upp á það hverju fá heimaleikjaréttinn. Það verður gaman að sjá hvernig þetta þróast. Það geta rauninni öll þessi þrjú lið, Höttur, Fjölnir og Vestri. Þau eiga eftir að harða baráttu þetta annað sæti. Sérlega þess að þegar Vestra á eftir að spila innbyrðis tvisvar sinnum við Hött. Þannig að þetta er allt í járnum, ef svo má segja. En ljómandi skemmtilegu leik. Lokið, stigahæstu menn hjá Vestra, Júri með 26. Nebósa með 18, Nemanni með 22, Ingemar með 5, Hilmir 2, Hugi 5, Guðmundur 6, Adam 4. Hjá Fjölni var Rafn með 2 stig, Davíð 3, Markís með 9 stig, Róbert með 18, Hreiðar 5, Vilhjálmur 8, Serjan með 20 og Hlynur með 2. En við bara þökkum kærlega fyrir í kvöld. Sjáumst hress. Takk fyrir.